hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl og blessuð og velkomin í nýjan þátt hér á samstöðinni bridge, hugar íþróttina bridge. Bridge spil sem stundum stillt í sömu hillu og skákinni. Spil sem að hægt að spila á ýmsum level, á margs konar stigi. Við ætlum að svona í þessum þáttum meira að fjalla þá sem að ekki taka bridge-spilið allt og alvarlega en verðum einnig með sérfræðinga stundum. Nú með mér hér í settinu þennan ágæta morgun, þessi þáttur tekinu upp að morgni fimmtudags, Matthías Imsland sem framkvæmdastjóri Bridge-sambands Íslands, vertu velkominn. Og Sigur Páll Ingibergsson, hann á leiðinni á bridge-mót á Hala, velkominn einnig. Í síðari hluta bridge-þáttarins sem nú að hefja göngu sína, koma hér 3 kunnar bridge-konur. Ein þeirra læriði bridge ekki alls fyrir löngu, en hinar 2 eru ansi reyndar. Þær ætla að svara þeirri spurningu hvað heillaði þær við bridge-íþróttina, en það eru einmitt konur sem eru í meirihluta þeirra sem sækja nýliða námskeið núna. Það ekki bara að þær séu farnar að stjórna öllum helstu stofnunum landsins, heldur þær að fara að leggja undir sig bridge-íþróttina líka. Það hjálpar þeim að taka ákvarðanir, hafa þær sagt, og bridge svo sannarlega spil sem að þú þarft að taka mjög margar ákvarðanir og sæta afleiðingum. En það eru þær María Haraldsdóttir Bender, Anna Guðlaug Níelsen og Hallveig Karlsdóttir sem að koma hér í seinni hluta þáttarins. En áður en lengra haldið þá rak ég augun í það sem ég myndi kalla bridge frétt vikunnar. Laufey tæknimaður, þú mátt gjarnan skella upp hérna mynd sem gleður. Það sá ágæti héraðsmiðill Skessuhorn sem að fjallaði bridge fyrir nokkrum dögum undir hérna þar sem blaðið, þessi héraðsmiðill birti myndir af kempum, að ég tel. Fyrirsögnin hjá Skessuhorni var Atli í toppbaráttunni á sínu fyrsta spilakvöldi í bridge. Og nú kann einhver að verða hissa því að þið hafi kannski verið í hópi þeirra sem að teljið að enginn geti náð neinum árangur í bridge án þess að hafa spilað bridge í 10 ár eða svo. En Atli afsannaði það nú. Og það segir í þessari frétt Skessuhorns: nýliðun nauðsynleg í öllum félögum ætli þau að halda velli til lengri tíma. Það var því ánægjulegt í gærkvöld þegar 3 ungmenni settust í fyrsta sinn við spilaborðið í Logalandi þegar bridgefélag Borgarfjarðar hélt vikulega keppni sína í tvímenningi. Helgina áður hafði Ingimundur Jónsson, driffjöðurinn í starfi félagsins, haldið námskeið á Kleppjárnsreykjum þar sem hann fór yfir helstu reglur, punktatalningu, sagnkerfi, útspil og köll og æfði með hópi ungmenna. 3 þeirra létu svo vaða til þáttöku í sínu fyrsta keppnisbridgi. Þetta voru þau Kristín Eir Hauksdóttir Hólaker, Baldur Karl Andrason og Atli Jónsson. Vanir spilarar tóku ungmennin að sér sem makkerar. Baldur Björnsson spilaði við dótturson sinn, Baldur Karl, Anna Heiða Baldursdóttir, takið eftir, landsliðskona í bridge, spilaði við Kristínu Eir og Atli spilaði við föður sinn Jón Eyjólfsson. Keppni kvöldsins var eins og hefðbundið en Ingimundur leiðbeindi nýliðunum eins og þurfti meðan þeir voru að stíga sín fyrstu skref við spilaborðið. Þetta svona ungur nemur, gamall temur og alveg ótrúlega fallegt þema hér í bridge-heiminum að það að færast í vöxt að jafnvel landsliðsfólk að spila við nýliða og leiða þá þannig inn í spilið. Og sumir myndu nú segja að það væri af sem áður var þegar keppnisharkan var slík á mótum innan Bridge-sambands Íslands að nýliðar jafnvel svona hröktust frá. Það akkurat allt annað viðmót núna og við munum fjalla það í þessum þáttum. En
Já, ég ætla kannski aðeins að fá viðbrögð ykkar tveggja á bara þessa mjög svo krútlegu briddsfrétt, Matthías. Já, þetta náttúrulega bara virkilega skemmtilegt að sjá og það akkurat þetta sem þarf. Það náttúrulega eru margir nýliðar að koma í gegn og margir að læra og það svo gott þegar það verið að svona ykkur reyndur tekur einhvern að sér og kemur í gang. Já. Svona kannski 1-2 skipti. Já. Þá það svo miklu auðveldara að halda áfram. Einmitt. Og fólk sér að þetta miklu skemmtilegra og þetta miklu þægilegra heldur en það heldur. Einmitt. Fólk kannski miklar upp með sér að mæta svoleiðis að þetta alveg, mér finnst þetta virkilega jákvætt. Og svo líka sko að sameina kynslóðirnar. Ég man að einu sinni voru við með eitthvað innslag þar sem var 70 ára aldursmunur á spilurum sem sátu hlið við hlið. Já, akkurat, ég held meira að það hafi verið meira. Var það meira? Já, ég held að það hafi verið 75? Já, nær 75. Já, einmitt, hugsaði sko. Að nýræður spilari kannski með 15 ára barn, annarkvæmt sem makkar eða andstæðing. Akkurat. Já, það magnað. Finnst þér þetta ekki skemmtilegt, Sigurpáll? Þetta mögnu frétt og rifjar upp hérna þegar ég var að byrja. Þá var ég Hornafirði og þá tóku 2 spilarar, það sér voru kennarir í skólanum líka og kendu okkur og við vorum hann í þá sem sá 9. og 10. bekk. Það var mikill áhugi og minnst ég að við vorum þegar við vorum búinir í fótboltanum eitthvað, þá fórum við að spila sveitakeppni. Sveitakeppni? Já. Já. Tókum svona 1 blaði 16 spila leik og eitthvað svoleiðis sko. Þannig að þetta svona nostalgía sem að greip maður þegar maður sá þetta. Akkurat, svo var tíðin sko, ég gerði ekkert annað í menntaskóla en að spila bridge. Ég varla mætti í tíma. Ég var bara að spila bridge. Var það svipað með ykkur? Já, ég náttúrulega var á Laugavatni í skóla og þar var sko bara leið og skólinn var búinn og það var mætt og spilað þangað til við fórum að sofa. Einmitt. Svo það var... Þú þekkir þetta? Við þekkjum þetta. Já, einmitt. Sko, það alveg lygilega stór hópur sem spilar bridge, kæru áhorfendur. Okkur sagt að það séu 20.000 manns sem að kunna mannganginn og hafa áhuga á bridge og jafnvel þessi hópur að stækka núna síðari misseri því það eiginlega fullt á hvert einasta námskeið sem að Bridge-samband Íslands og Bridge-skólinn eða hvað þetta heitir að halda fyrir nýliða. Þetta mjög áhugavert vegna þess að það stefndi í að Bridge-in myndi deyja út fyrir ekkert svo allt og mörgum árum. Þá var okkur Bridge-urum að fækka meir og meir og svolítið óeiningin í hreyfingunni og ekkert svona sérstök stemning, engin nýliðun. En upp á síðkastið þetta að snúast og ekki síst samanber þetta með þáttöku kvenna sem ég nefndi áðan. Og einnig nýtt eða endurvakið ungliðastarf í framhaldsskólunum. Og hvers vegna skiptir það máli fyrir samfélagið? Kann einhver að spyrja? Jú, það skiptir nefnilega mjög miklu máli vegna þess að sum okkar finnum okkur kannski ekki í neinu öðru og erum mjög góð í þessari hugarflugs íþrótt sem Bridge-in Það mikill félagsskapur sem fylgir þessu. Þannig að það ekki bara við sem að tala íþrótt, heldur við líka að tala lýðheilsuleg áhrif, félagsleg áhrif og allt það. Og sumt ungt fólk finnur sig einstaklega vel í Bridge-inum. Þannig að þetta skiptir allt miklu máli. En nóg af mínu blaðri í þessum óvinnu langa inngangi, þar sem að þetta fyrsti þátturinn. Og ég ætla að víkja sjónum okkar að þessum 2 góðu gestum. Eins og ég sagði áðan, hér í seinni hlutanum mæta 3 Bridge-konur og rabba við okkur. En ég ætla aðeins að heyri þér núna, Sigurpáll. Þú hér fulltrúi spilara sem eru á leiðinni á mikið Bridge-mót, hvað á Suðausturlandi, getur þú sagt okkur frá því? Já, þetta kallað hrossakjötsmótið. Hrossakjötsmótið. Sagan á baki það mjög skemmtilega. Það var þetta minningamót Torfa Steinþórsson. Hann var mikill félagsmálafrömuður og dreif alla svona með sér og hann hafði mikið náða Bridge og þau spiluðu mikið þarna í Suðursveit á Hrollaugstöðum og svo var alltaf í lokin þegar vorið var að koma þá var haldið svona hátíð og hann
dæmdu öllum saman og það var spilað og svo var endað á því að borða hrossakjöt. Já. Og honum þótti segir honum þótti feitt hrossakjöt, sælgæti sem best. Og síðan gerist það á 2009, þá eftir hrun, þá ákváðu þau að viðhalda svona arfleiðinni og þetta mót hefur verið haldið síðan. Já, þau blása til Britsmóts, er það á Hala? Það er á Hala, Já. Í Þórbergsetri. Já. Og þetta er rosalega skemmtilegt mót, rosalega skemmtileg umgjörð í kringu það, mikið saga og svo er þetta svo falleg svona hugsun sem að Torfi var þú veist að tala um þessar 3 kynslóðir, þetta tengið saman. Já. Hann var náttúrulega að spila, svo voru börnin hans og svo barnabörnin að spila, þarna voru 3 ættliðir. Þetta var sem sagt orð sem að mér finnst rosalega, það er félagsauður, mikill félagsauður. Social capital. Social capital og rannsóknir sýna að þjóðir sem hafa mikið af því, þeim gengur betur. Satt. Það er miklu færri vandamál. Þannig er það bara. Þannig að við fáum eina birtingamynd þess með þessu framtæki. Já. Það er mjög jákvætt við þetta. Já. En þetta er svona í röð skemmtilegra móta sem eru, það er sérst Halamótið, svo minningamóta Borgarfirði Eystri, Þorsteinsmótið á Borgarfirði og svo núna Borðeyramót sem er. Þarna eru hnallþórur á borðum, oft. Maturinn þarna er alveg gríðarlega góður og umhverfið er alveg mjög glæsilegt, flott umgjörð. Og allir vinir. Allir vinir og keppnisstjórinn hefur ekkert að gera enga kærur. Keppnisverku ekki fyrir að fara. Nei, og bara ánægjan og það er eins og einhver sagði að spila þarna í umgjörðinu, þetta er eins og að hafa dreifið tromp í lífinu. En þetta Halamót sem að er núna helgina, er það ekki? Það er svona uppbytunarmót á föstudagskvöldið. Annað kvöld. Og síðan er byrjað klukkan hádegi 13 á laugardaginn, þá er aðalmóti og spila alveg fram á tvímenningur og spila alveg fram á kvöld. Síðan laugardagskvöldi þá verður náttúrulega hrossakjötið boðið upp á það og á sunnudeginum. Borða allir hrossakjöt? Flestir. Allir sem taka þátt í þessu móti. Já, það er innifalið í skráningunni og svo er sunnudagurinn frá 10 til 2 sem er spilað og þá er mjög góð matur og fólkið er einstakt. Já. Og eru verðlaun, er hrossakjöt í verðlaun líka? Nei, það er með sleppa við það. En ég var einhvern veginn að spila og vann til verðlaun og fekk bleikju. Já. Mjög halableikju. Já. Og þarna eru þið meir og minna öll undir sama þaki og hristist vel saman. Já, og það er það góð stemming að flest allir sem eru núna þeir skrá sig á næsta mót. Þannig það er eiginlega orðið fullt árið 2026. Já, einmitt. Og skráning á þetta mót henni var bara lokað fyrir þó nokkru. Þetta er alveg magnað. Er fólk með margs konar getu á þessum móti? Er það sem sagt þannig að jafnvel nýliðar eru innan þraut reyndaspilar? Já, þarna eru sem er að stíga sín fyrstu skref en svona flestir eru af Austurlandi og svo höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi eru duglegir að mæta Selfyssingar og nágrenni. Það er Íslandsmóti á Matthíasi núna næstu helgi á eftir og þannig að það er nú svona öflugustu spílarnir eru að undirbúa sig fyrir það Þannig að
En mér finnst einmitt hafa dregið vel fram í þessu stuttaspjalli, kynningu á þessu móti, þennan félagsauð, eins og þú kallar það, og svona þessa svolítið nýju tíma í bridge. Þú kannski kannast við það eins og ég, að þegar við vorum að byrja að spila þá var þetta svona mikil alvara, keppnisharkan, hún var ofar öllu. Já, já. Þetta hefur breyst mikið. Ertu ekki sammála því? Jú, það er jákvæða við þetta, sko. Já, einmitt. Þessi móti, eins og ég sagði áðan, engar kærur Einmitt. og þess aftur. Sem þýðir það að bilið fyrir sko fólk sem hefur bara verið að spila heima hjá sér, að taka þátt í kannski einskvöldstvímenningum eða svona mótum, helgamótum, það er miklu auðveldara fyrir svona hinn svokallega almenning sem að bara svona fiktar við bridge að koma og keppa núna heldur en var fyrir einhverjum áratugum, eða svo allavega mín reynsla. Já, það er rétt matjaður. Já, en þakka þér fyrir að koma og segja okkur frá þessu móti. Fara allams þau sem fara hérna frá höfuðborgarsvæðinu, eru þau saman í rútu að einhverju leyti eða? Já, það er líka mjög flott hérna hjá þeim að það er búið upp á rútuferð. Hún fer 12:30 frá bridgesambandinu á morgun, föstudaginn, og svo náttúrulega tilbaka. Já. Og hérna þetta er bara sjálfbært líka, umhverfisvænt. Já. Og það hérna gefur þennan möguleika fyrir alla að komast. Já, þakka þér kærlega fyrir þetta spjall. Matthías, þú ætlar að, mér langar næst að spyrja þig mjög stórar spurningar sem ég veit að verður nú ekki svarað með í örfáum orðum. En það er eitthvað af fólki sem er núna annarkot að hlusta á okkur eða horfa á okkur og það veit ekkert hvað við erum að tala um, sko. Af því að það hefur orðið svolítið rof í því að við séum með spilastokkin að spila. Við erum meira og minna bara komin í síman og internetið og eitthvað svoleiðis. En getur þú reynt að svara spurningunni hvað er bridge? Já, ég get reynt það. Það er þannig að margir þekkja náttúrulega vist og kana. Já. Sem í raun og veru grunnurinn að bridge. Bridge er svona félagsleg íþrótt. Já. þar sem vinir og kunningjar koma saman og að spila. Yfirleitt 2 saman, stundum 4 saman, mismunandi form. Já, maður þarf makker. Maður þarf makker, en svona fyrir þá sem að byrja þá bara aðstofa við að finna einhvern slíkan. En svona þeir sem eru að taka þetta allra lengst eru náttúrulega með sinn fasta makker og gera kannski hlutina flóknari heldur en þeir þurfa að vera fyrir þá sem eru kannski eins og ég og fleiri sem eru bara að gera þetta til að hafa gaman. Þú ert nú alveg ágætur í spilinu, gerðu nú ekki lítið úr eigin hæfileikum. En sko, út á hvað gengur svo, þú segir þetta sé ekki alveg ósvipað kanna og vist. Hver er þá munurinn á bridge og kanna og vist fyrir þá sem þekkja þau spil? Já, aðal munurinn er sá að þú ert með sagbakka með þér og þú ert að reyna að segja samherjaðinum hvað þú sért með á hendinni og þú tekur upp spjald sem segir kannski 1 hjarta og þá ert að segja frá því að þú sért með ágætt spil og hjartalit. Svoleiðis að þetta er kannski svona meira þannig að það bætist óna og þú ert að gefa þessar upplýsingar á milli við þinn makker. Svoleiðis að það er kannski munurinn. Þetta, vist er ágætis grunnur en síðan bætist við þarna svona, þú ert að reyna að miðla upplýsingum til þess að komast í réttan samning. Er ekki rétt skilið hjá mér að vist, þá er þetta í rauninni bara 1 sakhringur og það er pass sem að kannski flestir segja, svo getur þú sagt grand, no-low og allar sagnir trompa, no-low, það er veikasta sögnin, svo er hálsólo, heilsólo og spaði tromp, er ekki vist einhvern veginn þannig og það líkur sögnum eiginlega jafn skjótt og það er hefjast, en sagnirnar í bridge, þær geta staðið yfir mínútum saman og það geta verið 10, 15, 20 sakhringir. Það sem lýsir spilunum. Akkurat, þú ert algjörlega, þú situr kannski á borðið og eitt hjarta eins og ég sagði á hann og þú segir ég er hérna með hjarta og þinn makker segir á móti kannski 1 spaða og þá er hann með spaða og svona fyrir þetta hring eftir hring og svo endar ykkur sögn segjum bara 3 hjörtu og þá er það samningurinn sem er spilaður og það er alltaf +6 svoleiðis að í þessu tilviki þegar það er 3 hjörtu þá þarf það að fá 9 slagi. Og svo færðu svona
áhættu þóknun því meira sem þú leggur á spilið. En þetta snýst allt það að þú fáir og nýtir það sem að Guð gefur þér hverja hönd hverju sinni. Já, það er akkurat þannig vegna þess að það eru allir í salnum að spila í raun og veru sömu spilin. Já, á svona mótum. Já, svoleiðis að þú í raun og veru þó fáir ekkit endilega góð spil, að þá er það ekkit endilega slæmt, heldur bara hvað þú gerir úr ef þú fyrir vond spil, þá er ekkit endilega slæmt. Það bara fyrir eftir í hvað þú gerir með þessi vondu spil, sko, þú veist, þannig að það getur vel verið að hinir í salnum, sko, þeir standi sig ennþá verð, sko, og þá þú allt í einu komin í toppmál. Einmitt, þú ert með tóma hunda en það reiknaðar út samanburðurinn á þér og öllum hinum sem að fá líka sömu hundana og þannig kann að vera bara útspilið þitt sem betur heppnað í vörninni gegn einhverju samningi, það skilir þér bara 100% skori. Já, það nákvæmlega þannig, sko. Og þannig þetta náttúrulega tækifæri fyrir alla og þetta einmitt, sko, á þessum mótum að þá fólk að mæta sumir nýbúnir að læra, sumir búnir að vera í mörg ár. Já. Svoleiðis að það mikil svona mismunandi reynsla og þekking í salnum. Já. Þannig að það eru alls konar töfrabröð sem þú getur notað, þú getur þróað einfalt sagkerfi eða mjög flókið sagkerfi þar sem þér tekst með löglegum hætti með þessum sögnum að lýsa hendinni þinni, þú ert að dansa við makkarinn, þú ert að láta hann hafa upplýsingar, hann að láta þig hafa upplýsingar og svo leitið þið að besta lokasamningnum þar sem að áhætta, að taka sem mesta áhættu er það sem að gefur mest að sér. Mikið adrenalín einmitt sem að fylgir því fyrir svona spilara í fremstu röð að vera alltaf í þessari áhættu, þetta er eiginlega algjör, sko. Þetta er ótrúlega spennandi spil og svo þegar sögnum er lokið og þegar teljið ykkur hafa parið sem með betri spil eða sóknvænlegri spil er búið að finna besta og hæsta samningin sem hægt að spila, þá gerast þau undur miðað við vist og kanna að einn leggur niður spilin sín. Já, það er þannig sá sem á samningin, segjum bara eins og ég sagði á hann, sko, 3 hjörtu, þá spilar sá sem er vinstra megin við, hann spilar út, anstæðingurinn, og samherjiðinn leggur niður og þá þú í raun og veru. Fá kannski mynd af þessu Laufey, svona þessu formi af spilum þar sem að við sjáum já, akkurat, þarna er þetta, einmitt. Og þarna er það þannig að spilin sem þinn makkar er með, þau eru leðniður og þú spilar raun og veru fyrir makkar. Já. Og eins og þú spilar kannski litlu hjarta frá makkar upp á ásinn hjá þér þarna og svo getur þú spilað í raun og veru og þú ákveður hvað er sett í borðið fyrir hönd makkars þegar þú ert sagnhafi. Já. Ég held að sá sem að bjó til þessa mynd, þetta er á Wikipedia, hann kunni ekkert í bridge. Þarna bendir margt til þess að það sé verið að spila tíkla sem tromp af því það er raðað þannig niður í blindum. Mér veist höndin ekki bendir til þess að það sé þannig. Nei. En sókn er sem sagt að spila spilið. Þá spilarðu fyrir makkarðinn sem að leggur niður blindan eins og við köllum þetta og andstæðingarnir eru þá í vörn. Og í bridge-fréttinni áðan frá skessuhorni var einmitt talað köll og þá erum við að tala um svona alls konar varnarmekanisma þar sem hvert og eitt spil sem þú hendir að þér, hundarnir svo kvölduðu, þú átt ekki slegin, það getur haft mjög mikla merkingu og þýðingu. Já, akkurat, sko, svona einfalda útgáfan er af því til dæmis að ef þú ert í vörninni og makkarinn þinn segjum bara hann setja út spaða á sinn og þú átt kannski gott í spaða á móti þá spila þú lægsta spaðanniðinum og það svona þýðir það þú vilt að hann haldi áfram með spaðan. Ef þér líst ekkert á að hann haldi áfram með spaðan þá setur þér kannski 8 og svona láta vita því að þú viljir ekki meiri spaða. Munið þið báðir strákar öll 52 spilin í hverju spili sem er spilað á hverjum tíma, alveg niður í tvist? Sko, fyrir mig er það mjög mismunandi. Ég man oft betur sko eftir mótin spilin. Ég er að reyna að einbeita mér að því sko að þegar maður er að spila og byrjar á næsta spili sko bara einhvern veginn að
loka af gamla spilið bara því ekki að trufla. Já. En síðan eftir mótið að þá getur maður kannski farið yfir og þá mann maður merkilega mikið og þetta er bara eitthvað sem kemur með reynslu. Já. En það er bara allavega. Þetta er náttúrulega bara skemmtiatriði í fermingaveislum þegar venjulegt fólk sem ekki spila bridge verður vitni að því að kannski 2 bridgearar sem voru að spila bridge þeir þylja upp hendurna sínar lengur við mánuði aftur í tíman og þeir eru alveg með þá að reyna að kannski fyrir 2 vikum þá átti ég Kongosa 10-50 í spaða, ég átti litlu hjónin 4, ég átti Ásannan og Kongannan og fólk bara hvernig manstu þetta en rannsóknir sýna að það sem ef þú hefur svona áhuga á þessu og þú ert sjálfur að gera þetta þá límist þetta en er það ekki? Jú. Er minnið þitt gott þarna? Já, ég eins og Matthías sagði þá maður öll spilin eftir sérstaklega slæmu spilun stundum á maður svona erfitt með að sofna eftir svona ef maður gerir eitthvað af sér. Já. En það er þetta samtala milli spilara og menn geta haft það lengi. Já. En eins og sagði fyrir þá sem eru ekki inn í spilinu þá er þetta alveg bara latína Já. Ég hef heyrt það að svona meðalvenjulegu maður, hann geti alveg þjálfast upp í það að muna öll spil sem spilað svona niður í 10-9. En svo sem mjög erfitt að muna það niður í 8-7 og þeir sem muni öll spil niður í tvist, þeir séu gjarnan á einhver rófi. Og það er nú svo skemmtilegt með það, ég var að fjalla skák daginn, stórmerkilegt bridgemót sem hafði verið haldið í Skjólbrekku í Mývatnssveit og þar voru stórmeistarar sem komu jafnvel erlendis frá og þar eru þeir held í skákinni svolítið að gera svipaða hluti og við bridgearar að þetta er svona að verða almenningsvænna og ekki alveg mikil áhersla bara á keppnina. En þar var umræða þetta. Heyrðu, en við ætlum að fara bráðum að hleypa konunum að. Matthías, þú tókst við ég man eftir þér þegar þú varst aðstoðarmaður ráðherra og það var svona voru margir sem voru svolítið hissa á því þegar þú allt í einu dúkkaðir upp sem framkvæmdastjóri Bridgesambands Íslands fyrir nokkrum árum. Hvað var það svona sem að orsakaði það að þú heldir þér út í það að taka við framkvæmdastjórn Bridgesambands Íslands? Já, þetta kom nú mörgum óvart í kringum mig en það er þannig að þeir sem þekkja mig best þetta kom kannski ekki þeim óvart vegna þess að ég náttúrulega lærði bridge í menntaskóla og hef alltaf verið mikill áhugamaður bridge og haft gaman af bridge og þó ég segi sjálfur frá þá var ég nú all efnilegur á þessum tíma og svo tók skólagangan við í háskóla og fór út í nám og svona datt út úr þessum svona alvöru bridge en hafði einhvern veginn alltaf þessar tengingar og svona löngun og svo svona fylgdist maður með bridge spjallinu og þetta og sem er Facebook og svona svo kemur þessi breyting að það er verið að leita nýjum framkvæmdastjóra og þá fannst mér einhvern veginn svona að þetta væri bara hálfgerð köllun þetta væri bara ég skuldaði sjálfum mér að fara og uppfylla einhvern veginn þetta sem svona einhvern veginn þegar ég var yngri svona manni fannst einhvern veginn að vera leiðin og það var eiginlega aðal ástæðan og svo var það líka þannig að þetta kannski var búið að vera erfiður tími í bridgeinu og maður svona sá sóknarfæri og fór þegar ég sá að verið að leita og fór maður strax að hugsa hvaða tækifæri væru til staðar. Svoleiðis að þetta er eiginlega svona ástæðan, maður svona reyna að gera eitthvað gefandi í lífinu og eitthvað jákvætt og uppbyggjandi og kannski það sem maður hefur áhuga á og það er ekki svona sérstaklega þegar maður eldist að þá metur maður meira
þessa þætti. Ég myndist einmitt á þann að sko, ég veit ekki hvað ég segja, 10-15 árum þá sýndist mér að briddsíþróttin væri bara að deyja út og það bara heilmargt sem hefur dáið út í félagslegu samneyti manna á millum vegna internetsins og vegna samfélagsmiðla og vegna breyttrar hegðunar. En ég held að það verði nú að hrósa þér fyrir það að síðan þú tókst við þá hefur orðið ansi mikil snúningur, ansi mikil vending. Já, hver lykillinn að því tilur þau? Já, takk fyrir það. Sérst, ég held að það sé í raun og veru stæðsta breytingin svo að fólk átta sig á því hvað í raun og veru þetta maður kallar bridsi vöru, hvað þetta góð vara. Það þannig að við erum með ansi vel heppnaða vöru og þegar að fólki sem hefur gaman að þessu britsar þetta sjálfur, þegar þeir byrja að vera svona jákvæðir og tala hvað þetta sé skemmtilegt, þegar það kemur fleira fólk inn og fattar hvað þetta skemmtilegt, þá smitar það alltaf meira og meira bara út í samfélagið. Og við höfum séð það til dæmis eins og þú nefndir sko varðandi nýliðabrits og varðandi kennslu. Brits námskeiðin hafa bara verið núna í 3-4 ár, hafa þau bara verið, hvert einasta námskeið hefur verið fullt, vegna þess að fólk að koma, það heyri hvað gaman. Og langmest konur, eða tölvöld meira? Já, svo það hefur verið 70% af þeim sem hafa verið að læra eru konur. En það til dæmis að fara á stað núna á mánudaginn, nýlega námskeið, það ennþá nokkuð sætilaust þar, svoleiðis að ykkur sem að fylgjast með og hefur áhuga, endilega fara á brits.is og skrá sig á námskeiði. Það eru spilað 5 kvöld, kennarar sem eru fara yfir reglurnar, þetta á mánudum, milli 7 og 10 og 5 mánudaga í röð. Það mjög gott tækifæri að koma og fólk eftir þetta námskeið, þá það bara orðið svona ansi slagt færi í að spila. Einmitt. Hvetjum við ekki líka spilara til að skrá sig undan keppni Íslandsmóts í sveitakeppni sem hvenær? Í næstu viku? Jú, það aðra helgi undan úrslitinn. Fjölbrautaskólanum í Ármúla? Já, Fjölbrautaskólanum í Ármúla. Við erum ansið góðu samstarfi. Þetta 3. árið í röð sem við höfum undankeppnina þar. Já. Og svona til gamans að þá líka verið að bjóða upp á brits áfanga í Fjölbrauti í Ármúla og það eru nemendur þaðan sem koma til okkar í britsins. Við erum með bjóða upp á 3 og 5 einingar val áfanga í framhaldsskólum. En já, við hvetjum fólk endilega til að koma, þó að fólk hafi minni reynslu væri gaman að mæta og spila í undanúrslitunum. Svoleiðis að það eru nú þegar hvað ætla síðan 35 sveitir skráðar og vonandi verður þetta eitthvað staðar í kringum 40 sveitir og það eru þá svona 4-6 í hverri sveit, svoleiðis að þetta verður vonandi skemmtilegt mót. Og 12 fara áfram í úrslit. Já, 12 efstu sveitirnar fara áfram í úrslit og það hefur verið svo skemmtilegt að undanfarin ár og þá hafa svona verið óvænt úrslit. Já. Það hafa verið að svona sveitir sem allir hafa haldið að myndu fara áfram. Já. Og jafnvel með miklum misturum þær hafa bara ekki komist áfram og svona minnisbámenn komist áfram. Akkurat, svo kallar minnisbámenn. Það alltaf svo gaman þegar þeir komast áfram. Já, það svoleiðis og það líka svo það einhvern veginn halda allir með þeim líka það svo gaman að allir britsarar sem eru að fylgjast með alltaf þegar kemur svona 1-2 sveitir sem koma óvart og halda allir með þeim Akkurat. Matthías, þú átt eftir að koma hérna vonandi nokkur reglulega og ég segi ekki að það séu líkur á að þú verður eins og grár köttur hér í þessum britsþáttum en við höfum eftir að fá að njóta krafta þinna heilmikið. Það mjög margt sem að þú hefur að segja en við látum gott að sinni. Kæra þakki fyrir komuna. Sigurpáll, ætlar þú að taka þátt í undankeppni Íslandsmóts í sveitakeppni plus hallamótið? Já. Ég spila mikið núna. Ég nýlega orðin 60 og þetta bara þjálfa heilin við svo vöðvi og þetta bara til þess að
fækka elliklöpum. Já, ég sammála þér. Og manni gengur bara raunverulega betur í lífinu ef maður að þjálfa heilan í bridge. Já, og síðan tíminn svo ofsalega fljótur að líða. Þú mætir á morgni og svo allt í einu bara kvöld. Þannig að hann hverfur. En bara enda þetta á því að ég bara rosalega ánægður með Matthías og hvernig hann hefur stjórnað þessu og lyft þessu upp og ég bara vona að verði sér lengst. Já, ég tek undir það. Takk fyrir það. Þetta þrekvirki sem hefur hér verið unnið. En kærar þakkir Sigur Páll og Matthías og ekki fara langt, árandi góður eftir andartak, 3 öflugar bridgekonur, 1 nýliði eða svona mannski sem hefur ekki spilað lengi og 2 reyndari. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið í sæl aftur. Þá eru komnir heldur betur góðir gestir hér í seinni hluta fyrsta bridge-þáttar samstöðvarinnar. Það eru 3 konur sem allar spila bridge, þeir eru kannski búin að gera það mislengi sem að gera það líka að áhugaverðum viðmælendum, að sjónarhorn þeirra sem hafa spilað bridge stutt kann að vera annað en sjónarhorn reyndra landsliðskvenna. En María Haraldsdóttir Bender, vertu velkomin. Takk. Og Hallveig Karlsdóttir, þú ert í hópi svona þeirra sem hafa ekkert spilað bridge allt og lengi hér við borðið. Velkomin. Takk. Og Anna Guðlaug Níelsen, gaman að fá ykkur allar hér í settið, velkomnar. Takk. Kannski að byrja á þér, Hallveig. Hvað langt síðan þú lærið bridge? Það svona það bil 3 ár. Já. Það ekki lengra. Manstu af hverju þú tókst á ákvörðun að læra bridge eða prófa að læra bridge? Já, ég man það. Sko, ég hef alltaf verið mjög mikil spilakona. Já. Og þótt mjög gaman að spila. Já. Og alin upp við það, manni og félagsvist og eitthvað svo leis. Já. Og svo voru bræður pappa mikið að spila. Og þá langaði mig að læra. Já. En ég gerði það samt ekki fyrr en einn bróðirinn fjall frá. Já. Og það var haldið hann minningamót. Já. Og þá lofaði ég sjálfur mér því að þegar næsta minningamót yrði haldið, að þá væri ég búin að læra bridge. Já. Já. Þannig að þetta í rauninni verður til af svolítið sorglegum ástæðum. Já. Því miður, það hefði verið gaman ef hann hefði kennt mér bridge. Já. Af því hann var alveg frábær, sko. En hefur spilið fært þér gleði síðan? Já, mjög mikla. Já. Mjög mikla. Þetta bara skemmtilegasta spil sem ég hef spilað, sko. Er það ekki? Þetta bara ótrúlega skemmtilegt. Já, ólíkt öllum öðrum spilum. Já. Hvernig hefur þið gengið? Herði, það hefur bara gengið ótrúlega vel. Já. Alveg merkilega vel. Það náttúrulega upp og niður, en já, minn helsti árangur með Hermanni Friðriksinni. Já. Við vorum Suðurlandsmeistarar í tvímenningi. Já. 2023. Glæsilegt. Það var alveg frábært. Og kannski myndur ekki þekkja þessar góðu konur sem eru hér með okkur. Nei, nákvæmlega. Það eru æðislegar, sko. Það hefur verið mjög gaman að fá þig inn í hreyfinguna. Mikill áhugi og ástríða sem hefur fyllt þér. Þannig að við erum þér líka þakklátt að þú sért komin í okkar raðir. Já, takk fyrir það. Heyrðu María, þú hefur nú marga fjöruna sopið í bridgeinu. Alveg frá því olían fraus. Manstu hvað var skömmulega árið sem þú byrjaði að læra bridge og hvernig það kom til? Já, ég var segin og sama hún. Ég var alinu fyrir það að vera alltaf að spila. Já. Og það var í telti mikið líka. Já. Og bara við kallmenn, sko. Já. Það var ekkit það að kvenfólk væri að tefla. Nei. Og mér minnir að sko, við vorum að spila alls konar spil, kana og vist og þetta, en bridge kannski því ég var svona 16 ára kom inn, þá var ég að vinna á skrifstofu og við spilum alltaf í hádeginu, bridge og ég skilja ekki ennþá, við kunnum ekki neitt það var svona vínakerfi gamla en samt gátum við verið að gera þetta í hverju hádegi og það svona upphafið af þessu og
og Guðrún Óskarsdóttir sem nú einn betri spilari landsins kvennabritsinu pabbi hennar kendi mér svolítið mikið og svona svo bara hellti maður sér út í þetta það bara hella sér út í hlutina Þú ert náttúrulega búin að vera sigur sæl hefur tölu á þeim Íslandsmeistaratitlum sem þú hefur unnið það einhverjir nokkrir búin að vera oft í landsliðinu eitthvað og gerir lítið úr þessu öllu Varðin uppmálið Hóvarðin uppmálið en sko manstu árið sem þú byrjar að keppa í brits eða hvað þú var skömmul eða? Sko þetta var þannig í Sigtúni þegar við vorum að keppa hvað ár var það sem að árin þar Já, það gæti að vera svona 8-10 og eitthvað svolítið mikið Hvenær eru við heimsmeistara? 91 og svo ég takki það nú sérstaklega fram að þá eru konurnar Valkyrjur 4 sem eru Norrlandameistarinn árið 1990 Já, akkurat og svo tölum nú það líka að það eigum við náttúrulega stórmeistara og atvinnuspilara hann að Hjördís Eyþórs Já, hún náttúrulega einn af þremur hún var heimsmeistari 2013 Já Hjördís Eyþórs sem einmitt hefur búið í Bandaríkjunum mjög lengi gríðarlega sterkur spilari kannski fyrirmynd ég man eftir ég var að fylgja svolítið mikið með henni þér fyrirmynd kannski? Já, alveg rosaleg og ég man alltaf eftir því hérna í Sigtúni í gamla daga að þá var hún að spila og ég sem hún dáni í þessu sko því að það var kóngurinn blankur hérna og hún satt í 5 mínútur og hugsaði og svo felldi hún hann tók á hann og felldi hann svo fór ég að spyrja hana hvernig, akkur gerir þetta þá rökstuði hún það alveg þessi var búin að sína þetta marga punkta þetta var svona og hins einn og búm og fljótlega upp úr þessu fór hún erlendi sko hún og Ásmundur Pálsson voru náttúrulega alveg gríðarlega erfiðir andstæðingar við munum það var ekki tækt að vinna Manst þú eftir þessu? Já Hvað varst þú gömur þarna? Og byrjaði svo ungur rata því að Anna byrjaði eitthvað 7 ára að spila Nei, ég var 11 ára þegar ég byrjaði að spila keppnisbrits en ég var eiginlega bara ég var nýri Sigtúni þannig að það hefði verið sko 93 Er það? Já þegar Við erum í ruglinu með tímasæðin Já, þeir eru í tómi Já, emmi, það rennur allt í eina Já, en ég byrjaði með þar og þá voru þau hvort þau voru að spila sko síðustu árin saman áður en hún fór út sko. Bara þegar ég var að byrja Já. Og þetta var mjög svona glæsilegt par, margt fallegt við þetta par hann háaldraði lögfræðingur og hún frekar ung kona og við vorum að ræða í fyrirhlutanum að sko það eru dæmi það að aldursmunurinn sé kannski 75 ár á milli spilara við sama borðið þetta náttúrulega þetta alveg einstakt sko. Gerir þetta spilu þessa hugaríþrótt alveg gríðarlega sérmælandi og á þessum árum þá var þetta alveg rosalega margt fólk og var þetta ekki Breiðholtinu líka þetta var út allt og þannig fjölmiðlar voru alltaf að fjalla brits Áðan þurfti ég að vitna í Skessuhorn til þess að finna einhverja britsumfjöllun en við þökkum Skessuhorni kærlega fyrir það að þeir voru að flytja mjög skemmtilega britsfrétt bara krakka sem voru að taka þátt í einmitt með landsliðs vinkonu okkar henni á Vesturlandi hvað heitir hún aftur? Stólið voru mér En aðeins þá að þér, Anna Gulla, eins og við köllum þig, við sem þekkjum þig, sko, ég man líka eftir þér. Þú þegar þú byrjar, þegar þú tekur þinn fyrstu skref, segir að þú hefur 11. Já, ég var 10 ára þegar ég byrjaði að læra. Já. Og pabbi reyndi að kenna mér eitthvað smá. Hún tókst það nú ágætlega. Nei, hún tókst það ekki. Það ekki? Nei. Ég kunni 1 lauf og þá var hans kennsla bara búið þetta var bara komið gott sko. En ég man allavega að þú náttúrulega skarst þig svo rosalega frá öllum öðrum spilurum þarna komið þið að spila, þú og pappiðinn þú ert 11 ára og sko það ekki bara þú sett barn heldur ertu kona já. Og ég hugsa að bara þú hafir verið ansi mörgum fyrirmynd og svona breytt stækkað þennan heim
fyrir mörgum, sko. Já, það höfðu rosalega fáir trú á mér þegar ég byrjaði. Já. Sem að mér fannst rosalega svona óþægileg upplifun sem bæði ungur krakki og sem kvenmaður. Vegna þess að, þú veist, ég upplifði það svolítið að það var frekar svona neikvætt orðspor og svona, eða neikvæð tilfinning gagnvart konum í bridge. Og ég sá að svo þegar ég var orðin, í kringum úlingsárin, svona 17-20 einhvers staðar þar, að þá voru að koma inn fullt af svona yngri spilurum sem voru drengir. Já. Og það var rosalega mikið og vel tekið á móti þeim og það voru eldri spilarar og mikið reyndari spilarar sem voru að taka á móti þeim sem að ég upplifði ekki og ég náttúrulega var svolítið föst við að spila við pappa, viðurkenna það, og ég var mjög hlédræg og svona tilbaka, þannig að ég var kannski ekkert framfærnasti einstaklingurinn, en það hefði verið mjög gott og það er það sem að mér finnst vera breyting í dag, að það er miklu meiri svona, hvað segjum við, miklu meiri svona nánd, þú veist, fólk nálgast nýliðana betur í dag heldur en var gert áður. Já, ég tek undir það. Við vingumst við nýliðana, við fögnum nýliðana. Við spilum við þá líka. Já, spilum við og við reynum að taka fallega utanum það núna. Já. En sko, mér finnst þetta mjög áhugavert sem þú segir. Já. Ég var einmitt hérna í fyrirhlutanum aðeins að tala um að sko, ég var ekki barn og ég var ekki kona. Nei. Mér var samt ekki tekið mjög vel þegar ég byrjaði að keppa í bridgefélagi Reykjavíkur. Þar áttu bara allans að vera þeirra albestu, bara snillingarnir. Já. og hérna, mér finnst mjög áhugavert þetta sem þú ert að segja, að þú hafi bæði goldið fyrir að vera barn og fyrir að vera kona. Já. En svo sem að því ég kom samt inn og það var aldrei neitt einhver vondur með mig, ég get ekki sagt það, en þetta var samt svona, þetta er bara einhver krakk, við bara hérna rúllum yfir þetta barn og svo ef að það gerðist ekki þá var bara, hvað er í gangi? Við ætlum bara að koma að rúllu yfir krakkan en ég meina, svo er hann bara með einhver stæla. En hérna, en þú veist, og líka munurinn á hérna á viðmóti og svoleiðis, bæði við konur finnst mér í dag hafa breyst og svo finnst mér líka viðmót við nýliðin hafa breyst rosalega, einmitt eins og þú segir. Að nýliðarnir, þeir voru svona þeir áttu bara að vera annars þar því hérna voru þeir sem ætluðu sko virkilega að gera vel og ætluðu að vera betri heldur en allir aðrir og ætluðu bara að spila sín á milli og meina þeir æfðu sig ekkert á því að vera með einhverja nýliða. En það er bara ekki hugsunahátturinn í dag. Í dag er þetta miklu meira orðið félagsleg íþrótt. Og það bara að fá nýliða eins og Hallveigu inn og þú veist, það bara myndast ákveðin vinskapur og þetta verður svolítið meira eins og fjölskylda, maður kemur niður í bridgesamband til dæmis miðvikudögum í dag og það bara, nei hæ, þú hérna og sest niður og það er alveg sama hver er og sama hvort það ert nýbyrjaður eða hvort það ert búin að spila í 13-20 ár. Það bara þetta er svona eins og fjölskylda, þetta er svona eins og að koma heim til sín bara. Já, við erum kannski farin að leggja meira upp úr framkomu, hvernig við komum fram hvert við annað, heldur en bara árangri, sem var einblínt á. Já. Er það ekki svolítið þín? Jú, og líka þetta eins og ég, sko, að við erum með, það er haldin ásatt í kvenna einu svona ári. Já. Alltaf. Og við erum búin að gera alveg í hvað ætlaðs ekki 50 ár? Já, bridgekvenna. Alltaf. Já. Og við náum einhverjum 80-100 konum. Já, einmitt. Og þetta eru margar konur sem eru bara heima að spila bridge. Er ekki í keppnisbridge. En þar koma ásatíðina. Já.
og sko þannig að það þarf að fjölga þeim bara að fara í keppnisbíl. Þetta er ekkert svona eins og var í gamla daga sko. Það geta alveg komið inn. Já. Og þetta eru konur sem eru kannski, það er náttúrulega mikið núna námskeið á Breiðsambandinu. Já. Og þau eru allir uppselt og svona og meira og minna uppselt og þarna eru konur sem eru nýbyrjar á þessum námskeiðum. Já. Og þóra var alltaf, nei, ég get ekki verið að koma á þessu ársætti, ég kann ekkert í bridge, ég sög bara, þú veist, víst getur alveg komið. Það eru 70% þeirra sem að læra bridge konur, kom fram hjá Mattíasi hérna fyrir hlutunum á það. Þannig að þetta er ansi skemmtilegt, þú veist, þá höldum við svona ársættið og þá bara byrjað morguninn og svo er hérna matur og svo spilum við allan daginn og það keppnistjóri og svona. Já. Og þannig bara all flóra. Já. Frá sko... frá þeim sem eru bara nýskriðnir úr briddsskólanum og í þá sem að hafa spilað í mörg ár en svo eru líka bara margir sem hafa spilað og allir hafa gaman að. Hallveig, þegar þú heyrir Önnugulu lýsa sko hennar reynslu fannst þú fyrir þessu fyrir 3 árum? Alls ekki. Það var tekið bara rosalega vel á móti mér. Þannig að það bara heiminn og hatt. Já, akkurat. Bara fólk var bara mjög almennilegt og tilbúið til þess að leiðbeina og hjálpa og það var bara frábært, sko. Myndirðu segja að það væri bara lýsandi fyrir móralin í briddshreyfingunni á Íslandi í dag? Já, ég myndi segja það. Já. Algjörlega, sko. Já. Og fólk ætti ekkert að vera hrætt við að spila keppnisbridds. Þú veist, það er bara, það er líka eiginlega mikilvægt að mæta á mótin ef þú ætlar að verða betri spilari. Já. Af því að þegar þú mætir á svona mót þá er þetta svona meira agað heldur en þegar þú ert að spila heima og það er bara gott fyrir mann að spila aðeins þannig líka og þú hefur tækifæri til að spila við bara marga mjög góða spilara og það er það sem er svo ótrúlega mikilvægt og maður læri svo mikið af því að spila við einhverja sem eru betri en maður sjálfur. Heldur betur, akkurat. Þannig að ég bara hvet fólk til þess að mæta á þessi mót. Já. Af því að það er ekkert mál og það skiptir engu máli þó að maður lendi í síðasta sæti. Nei. Það er bara... Það skiptir engu máli? Nei, þetta á bara að vera gaman og maður er bara, að læra á. Akkurat. Sko ég held að það var talan sem ég nefndi í fyrir hluta þessa þáttar og hún er höfð eftir þeim hjá Briddsambandinu. Það talið að sko 20.000 Íslendingar kunni mannganginn í bridds og séu að spila bridds. Og hérna það er alveg augljóst að einhver hluti þeirra er inn á heimilunum, spila kannski einu sinni í viku eða einu sinni í mánuð eitthvað, langar að tékka á klúbbastarfseminni, langar að taka lítið skref og keppa. En þau halda kannski að mórallin og stemningin sé eins og hún var þegar þau prófuðu fyrir 30 ára. Og hérna, en þetta er bara gjörbreytt. Það er bara þannig. Það er ekkert að óttast að taka þetta skref sem þið eru að tala um. Nei, það er ekkert að óttast, sko. Og það er ofsalega margir sem maður hittir og pappi spila bridds og hvað heitir hann? Og maður bara aldrei séð hann og ekkert heyrt hann. Sko, þá eru þeir ekki að koma. Þá eru þeir með klúbba heima hjá sér. Já. Og þeir eiga einmitt að koma. Já. Þú veist, það vantar að bara fjölga svolítið í þessu. Já. Og svo er einmitt það sem að Briddsfélag Reykjavíkur sem er núna ekki þessi aðal Bridds eða svona elituklúbur eins og þetta var hérna áður en þetta er rosa þægilegur klúbur í dag. Núna í dag eru klúbarnir miklu svona þægilegri en þar eru þeir einmitt með einskvölda mót öðru hvoru sem eru vanir og óvanir saman og þá eru bara þeir sem eru vanir, þeir koma bara stakir og svo koma bara óvanir líka stakir og svo er þeim bara mattsa saman þannig að þá erum við komið með sko, þá ertu komið með vanan spilara að spila við þann óvana og allir eru á svona svipuðu leveli og þá getur þú bæði lært af spilarunum sem þú ert að spila við og líka ert að koma í eitthvað svona umhverfið þar sem að þú ert ekki bara fara kannski að vera í neðstasætinu allan tíman eða eitthvað svoleiðis af því að ef að það er eitthvað sem að er að hræða fólk að vera neðstur þú ert komin svolítið svona jafnaði grundvöll og líka þetta er til þess að fá fólkið inn og líka sína að þú veist
þó sérst vanur þá getur alveg gert mistök ekkert alveg bara eins og hver annar eins og var sagt við mig þegar ég var yngri og ég var alltaf skítrætt bara ég settist niður og ég að fara að spila í anstöð við Jón Baldur ég veit ekki hvað ég á að gera og það var bara sagt hann mannlegur þetta er bara manneskis og þú hann mannlegur, hann getur gert mistök hann frábær spilari eða var frábær spilari ekkert að því, ekkert að setja út af hann en þetta bara spurningin hver gerir minni mistök Jón Baldursson var líka alltaf þægilegur við borðið hann var það, mjög svo það ekki hægt að segja það sama alla sem voru í fremsta flokki alls ekki fara að nefna nei hann var mjög þægilegur við borðið en þetta var bara, hann var heimsmeistari og maður var að setjast niður og fara að spila við heimsmeistara hvernig áttu maður að fara að spila við heimsmeistara það bara ekki hægt en það bara hægt, þetta bara af því að líka eins og í dag þá þetta svo miklu meiri sósíal heldur en bara allir að fara að keppast þessi svaka harka sem var hérna áður og orkan umræðan hún snerist alltaf hérna bestu kallana það fór öll orkan á tímabili í brittsreifingunni í það og við vorum alltaf að hampa þessu afreiki frá 1991 þegar við eignuðum 6 snillinga kalla sem heimsmeistaratitil Brits enginn tekur það frá þeim að það var stórkostlegt en við vorum kannski aðeins og föst í því að einblína á afreks kallana og hitt satt svolítið hjá varð út undan en því hefur verið snúið við núna og það hreyfingunni til góðs það sennilega það sem að valda því að okkur er aftur að fjölga eftir svona pínu erfiða tíma Akkurat. Jú, það er bara matta að þakka svolítið Heimsland að hann er búin að gera bara rosalega breytingar í þessu og vinnur opbáslega vel vinnuna sína og hún er bara að skila árangri og gott fólk í kringum hann sem hefur lagt mikið á sig mjög mikið sjálfbúða að vinna hjá mörgum þú ert nú búin að vera betri en enginn þú ert alltaf að á BBO að græja útsendingar á internetinu. Já, ég á samt fleirum, sko. Já, en bara þú ert hérna við borðið. Já, og örugglega þið líka í alls konar vinnu. Og kannski get ég bætt mér í hópin líka. Já, þú ert búin að standa þig líka mjög vel í því að promóta eða svona koma þessu á svona og yfirborðið má segja. En hérna Hallveig, þú hefur sagt minnst í þættinum, það sem að ég er svo hóvar þú ert svo hóvar, þú ert svo nýliði en ég veit að þú hefur frá miklu að segja og hérna ég tekið eftir þessum mikla metnaðin og þú varst á Madeira að spila og hefur farið á alþjóðleg mót og Færeyjar og bara tekur þetta alveg, þú elskar augljóslega þetta spil Já, það ger ég svo sannlega fóra bara all in sko. Já, getur þú kannski reynt að lýsa því fyrir þeim sem að hafa aldrei spilað bridge hvað það var sem að heillaði þig við og heillar þig við þetta spil og á hvað reynir það hvaða einleika þarf maður að hafa til þess að verða góður í bridge Já ég skal reyna að gera það sko þetta er náttúrulega alveg ofsalega krefjandi spil og það er það sem gerir það svo skemmtilegt þú veist alltaf að læra eitthvað og þú getur alltaf verið betri þú getur endalaust byggt ofan á bara endalaust sko. og það finnst mér svolítið heillandi maður þarf að vera þolinmóður og gefa sér tíma og ég er nú þannig þú veist ef maður ætlar ef maður er að fara að spila sannsig allan daginn þú veist, þá þarf maður bara líka að vera vel undirbúin þú þarfst að vera vel sofin þú þarfst að vera búin að borða það tekur alveg ótrúlega mikla orku ótrúlega skrítið þú veist, bara það að sitja og spila það er bara, maður verður bara alveg þvílitt svangur sko, þú veist ekkert að maður brennir maður brennir örugglega alveg helling sko bara heilin þú veist ekkert að hreyfa þig sko en þetta er bara þú veist, maður hugsa svo ótrúlega mikið maður hugsa alveg ótrúlega mikið það er alveg satt og það er svo gaman að spila maður einhvern veginn bara þú veist, maður gleymir öllu öðru maður bara sekkur sér í spilið tíminn hverfur bara algjörlega sko og þetta er svo mikið svona quality tími við veitum að það reynir á minni
Já. Og það reynir fyrst og fremst á svona hið rökræna. Já. En svo líka þarna sálfræðileg vitt og félagsleg og það líka þarna fleira heldur en bara þetta lógiska. Já. Það er kannski hluti af galdrinum eða hvað? Já, ég alveg absolutt sko. Já. Ég myndi segja það sko. Já. Í hvaða þætti spilsins finnst þér skemmtilegast? Að spila úr eða vera í vörn eða melda? Þetta er allt svo gaman sko. Það er ótrúlega gaman að spila vörn eða þú ert með makkar. Þú veist, og ef þið eru með svona flott varnarkerfi, þá getur það verið alveg ótrúlega gaman og ef maður spila góða vörn og nær kannski samningnum hjá andstæðingum niður, það er alltaf svolítið svona skemmtileg tilfinning sko. Já, af því að þar reynir líka á traustið, þetta félagslega bandið sem þarf að vera á milli tveggja einstaklinga. Já, það er örugglega aðeins eins og hjónaband sko. Já, algjörlega. Þetta er bara, En á móti kemur að sko hjónum er ekki endilega ráðlagt að spila bridge. Vegna þeirra tilfinningar sem að geta. Það gengur ekki. Já, einmitt. Já, það er mikilvægt að hafa góðan makkar og treyst honum og bera virðingu fyrir honum og vera kurteis. Alltaf að vera kurteis. Hefur það nýst þér sko í öðrum þáttum lífsins að bæta kunnáttu þína í bridge að þínum mati? Verður maður svona rökrætni bara í hugsun og hefðun? Já, ég hef svo sem ekki spáð mikið í því, en jú, alveg örugglega, sko. Já. Og einst líka, bara einbeitingin. Já, einbeiting. Þú veist, maður æfir hana svolítið og þjálfar sig upp í henni. Já. Við erum nú mörg með ADHD. Já. Ég er í þeim hópi. Ég líka. Já. En ég get nelt einbeitinguna, ég get nelt fókusinn í spilinu, sko. Já. Þannig að og ég hef búin að hyperfókus eins og þið allar. En svo skrítið maður að spila frá 10 að morgni til kannski 6 þú finnur ekki fyrir þessu. Þetta er bara svo gaman og þú bara svo bara eftir á kannski kemur þreytan sko. En guð minn góður hvað maður verður líka þreytur þegar það gengur illa. Já. Það er bara eins og maður hafa orðið undir skriðdreka þegar maður kemur heim og það gekk illa í lokaumfjörðunum. Maður þarf að læra sigrinum á mótinu og bara einhver rugli í lokin. Maður þarf að læra að kunna tapa. Ég man það í gamla dag, þá kunni ég það ekki og var brjáluð í ykkur 3 vikur. Ég kannast við það. Já, og þú veist. Ertu hætt að vera brjáluð? Já, eins og ég var. Já, maður verður fúll í dag en maður verður ekki eins og maður var. Maður missir sig eins og maður misti sig sko. Ég bara gat ekki glemt þessu sko. Það er búið að vera ótrúlega gaman að fá ykkur í heimsókn. Má ég fá hjá ykkur tveimur líka svona það sem þið tellið galdurinn við spilið og hvers vegna ykkur finnst þetta svona skemmtilegt ef við byrjum á þér, Anna Guð? Já, það er þessi vídd í spilinu sem ég finnst skemmtileg. Hvernig, þú veist, þú ert alltaf að læra eitthvað nýtt. Þú ert alltaf að pæla í hlutunum og svoleiðis. Og þessi rökhugsun sem komst inn á, mér finnst hún rosalega, það er það sem að vekur áhuga minn. Og ef ég tek út það sem ég finnst skemmtilega spilinu, þá við ekki neð það alveg að það er að spila úr. Já, ég veit. Enda svona, ef ég spil ekki svona 90% samningra, þá finnst mér ég ekki hafa spilað neitt. Ertu frek? Nei, ég er bara ákveðin. Þú er bara ákveðin? Já. En já, spilið það svona, hefur gefið mér þessa rökhugsun og geta hugsa líka mörg skrif fram í tíman, ekki bara, og séð heildamyndina, ekki bara vera að einblína kannski á einhverja litla hluti og eitthvað svoleiðis. Og taka ákvörðun og vera óhrædd að taka ákvörðun. Og það hefur svolítið gefið mig líka út í lífið, bara, þú veist, ok, þetta er ákvörðun sem ég ætla að taka og ég ætla bara að fylgja þessu. Ég er búin að ofhugsa eða hugsa alla þættina sem er í kring og ég er búin að hugsa bæði nokkrar útkomur út úr hlutunum og alveg eins og í spilinu. Maður verður að spá, ég meina ef að drottningin er hjá vestri eða drottningin hjá austri eða hvernig þetta er og þú veist, þannig að þetta hefur gefið mér ótrúlega mikið, þetta spil er dásamlegt. Já, það er snillt. Það er snillt. Og eins og þú segir, sko, þetta er endalaus ákvarðanatak. Það er bara aldrei dauðstund. Nei, það er aldrei dauðstund. Nei. Það er nefnilega málið. Hvert er svona þitt helsta
take sem að sletti á töfrana í spilinu. Sigra. Eila frá því mann bara eftir mér, þá var alltaf hugsunin sigra. Og já, og bara, manni finnst þetta rosalega gaman, ég bara þessi spilamanneskja. Þú oft talað A og B fólk, sko. Já. Að og síðan svo margt í þessu. Það fyrir fólk sem að koma inn að það farið til matir eins og nefndir áðan. Já. Förum alveg 100 og eitthvað manns til matir á hverju ári og félagskapurinn og gleðin sem með þessu svo dásanleg og þetta ekkert nema jákvætt. Við erum 8 konur sem æfum okkur og setjum sjálfar upp keppni á netinu einu sinni í viku alltaf og svo förum við náttúrulega og keppum líka og þannig að þetta svo margt svona skemmtilegt og þessi rökhugsun, ég nú í bókhaldi og alltaf, þú veist, að það eitthvað bara sem fylgir þessu, sko. Ég hugsa ekkert það. Nei. Ég hugsa alltaf bara sigra. Já. En ég myndist aðeins á sálfræðilega þáttin áðan og þeir sem ekki spila bridge vita náttúrulega ekkert hvað ég að tala um en með því á ég við að það eru svona stöður þar sem að maður getur þyrlað upp ríki jafnvel hálfblekt eða blöffað og falskardað og allt þetta og finnst ykkur aldrei neitt gaman að reyna að ná kúpi á andstöðun og spæla hana með einhverjum svona brellum. Jú, það alltaf þú veist, þú veist eins og sonur minn sagði þegar ég var eitthvað að tala um að kenna dóttir hans bridge, sko, 9 ára. Nei, mamma, hún ekki svo mikill refur. En svo þurfti bara þú refur, sko. Ertu komið sjálfstraust til þess að svona blöffa í völdum stöðum? Nei, ég ekki eiginlega komin þangað, myndi ég segja. Ég myndi ekki segja að ég var þar. En það ætti maður að varast það. Í pókernum þá meira blöfföldin í bridge. Já. En það alveg til, sko, þú veist, þú þarft að lesa í stöðuna með það, sko. Og eins og Stebbi Stef segir, sko, stilla andstöðun upp í vegg. Já, nákvæmlega. Það náttúrulega sumulítið sálfræðilega aðgerð. Maður kannski vegur og metur andstæðingana, hvernig svipurinn á þessum andstæðingi, hver þessi andstæðingur? Það þessi borðfílingur. Já, borðfíling. En borðfílingurinn náttúrulega hluta einhverju sálfræði. Já, og mér finnst ég finna alltaf borðfílingin vel. Já, einmitt, akkurat. Magnað. Frábært að fá ykkur í heimsókn. Kæra þakkir fyrir að koma í fyrsta bridge-þáttinn á samstöðinni. Við erum að spá í það að reyna að vera hér að jafnaði á 2 vikna fresti. Og það ekki ólíklegt að næsti þáttur muni fjalla undankeppni Íslandsmótsins í sveitakeppni sem í næstu viku. Eru það allar á leiðinni þangað? Já. Þú líka? Það í vinnslu. Það í vinnslu? Já. Ég vonast til að sjá ykkur allar og kærar þakkir María Haraldsdóttir, Bender Hallveig Karlsdóttir og Anna Guðlaug Nílsen. Nú, kæru áhorfendur, þátturinn verður þá ekki lengri. Þessi fyrsti þáttur bridge á samstöðinni, honum lokið. Við verðum hér aftur annarkot eftir 2 eða 3 vikur. Ég veit ekki alveg hvort verður. Það gæti verið að páskarnir myndu spila einhverja rullu. En takk fyrir að vera með okkur, hlustendur, jafnt og áhorfendur, verið sæl. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.